halló. Já, þú sagði það. Já. Það er bara gett klukkan 11 minútur í 8. Vinkalinn, þú ert nú alveg stórskýrin stundum. En þú er skemmtileg. Mátu eiga það. Hugo, þú ert það líka. Nei, þú ert ekki líka. Svo þetta skemmtandalagi hér áfram. Það er þetta með hegðunarvandamál barna. Hvernig við förum af og hvernig við bregðumst við og hvað getum við gert þegar barnið okkar hegðar sér bara hreinlega illa alla daga? Við getum gert alveg feikilega margt og aðalægt er náttúrulega að gera eitthvað sem að hjálpar barninu. Ekki bara það sem að foreldrar finnst að hafa sagt eitthvað, heldur það sem foreldrar gerði sé líklega til að hjálpa barninu. Ég búinn að vinna með þetta í aldarfjórðung, 25 ár, þar að vera bráðum verið 26 sem ég byrjaði að starfa sem sálfræðingur. Ætli vita hvað að segja? Já, að vita hvað ég á að segja, já. Og hef til dæmis unnið mikið með kennurum og sett upp svona ákveðið, hvað heitir þetta, ferli, hvernig vinnum maður, hvað byrjar maður, hvernig tala maður við börn að breyta hegðun. Allt og oft er til dæmis það gert að börn látum bara lofa eitthvað almennt, ég skal vera þægur, ég skal vera góður, ég skal hætta þessu, ég skal eitthvað svona almennt. Og ég var hérna við Jóla Nýjars og vorum að tala markmið og leiðir að því og þetta er rauninni kannski svona eitt af því að maður hjálpar barninu sínu til að setja sér markmiðin er rauninni að maður sest niður með barninu og á heimasíðunni minni er ég búinn að setja inn þetta ferli á hugo.is og þar getur fólk farið og skoða þetta og fyrsta rauninni sem maður þarf að segja, maður þarf að skilgreina fyrir barninu og tala við barnið sitt að þetta eins og umgengnin í herberginu, hvernig skilur eftir töskun eftir í forstofunni eða eitthvað svona, þetta sem angrar fólk og pirrar foreldra og er 1000 sinnum búin að segja, viltu gjöra svo vel að hengja upp eftir og hvað þetta þýða og þú veist alls konar svona setningar sem að segja gengdu mér og svo einhvern veginn haldi ég að foreldrar halda að það breytist eða segja þetta svona einu sinni enn og þá bara breytist þetta en það gerir það ekki, það sem að þarf að setja að gera bara í alvöru með það sem að er ítrekkað erfitt fyrir barnið að fara eftir setjast niður og segja þetta sem að gera mér langar til að tala um þetta við þig ég vil þetta breytist og frontalt sagt þá í þennan aldarfjórðung þá hef ég ekki hitt barn sem ekki vill vera sanngjarnt og réttlátt og vinna með foreldrar sínum. Þau vilja það, þau vilja ganga vel Það er bara stundum gleyma því, það er erfitt, þau eru að flýta sér, það er alls konar afsakanir. Foreldrar eru búin að þekkja afsakanirnar í mörg ár og aftur og aftur, en þau vilja. Og núna ætlum við að setjast niður með barninu okkar og segja ég vil að þetta breytist, ég vil að þetta lægist og hvernig, barnið vill það líka, ég get næstu því undantekningarlaust slóða því, ef maður er að tala við barnið af virðingu, þetta allt útskýri ég svolítið vel í þessu ferli á heimasíðunni, tala við af virðingu og segja hvernig ætlar að fara að því, hvað ætlar að gera til að þú getur mun eftir úlpunni, töskunni, gengi vel í herbygginu, sett óhrunni fötin, óhrunniskörfuna, gengi frá eftir þú ert búin að fá þér borða eða drekkum eftirmiddaginn eða hvað nú sem eru þessi hluti sem eru að angra. Og oftast segir bara, ég skal bara hætta að láta svona. Og það er ekki gott markmið að hætta einhverju. Nei. Ef foreldrar hlusta eftir þegar þeir eru að fá börnin sín til að lofa einhverju og breyta, svo ég skal bara hætta að láta svona, ég skal bara hætta að ganga, ég skal hætta að skilja eftir og ég skal hætta hvaða hegðun er það, segi ég við krakkana, þegar þú segist að hætta að gera eitthvað, hvað ertu þá að gera? Það er rosalega erfitt, ef ég ætla að hætta að tala þá þetta þagna ég. Ef ég hætta að tala þá get ég fara að syngja, ég get fara að góla, það er hvað ætlar að gera, ekki hvað ætlar að hætta að gera. Og foreldrar eru að hlusta rosalega vel eftir því ef barnið að gera ykkur loforð að hætta að gera eitthvað. Hitt sem að yfirleitt þegar börn fara að gefa loforð, það er það ég skal vera þægur, ég skal góður, ég skal vera duglur, ég lofa eitthvað svo. Og maður segir við barnið, æðislegt, rosalega finnst mér vænt að heyra það, mér finnst gott að heyra að þú viljið passa upp úlpunni að ganga betur hvernig ætlar að fara að því. Er svo næsta spurning. Ef maður ætlar að bara kaupa svona eitthvað almennt loforð að ég ætla að vera betri manneskja, þá er maður ekki búinn að hjálpa barninu sínu mikið. Vegna þess að við vitum að það, ég er kannski oft búinn að fá svona loforð. Ég skal bara hætta, ég skal bara laga þetta, ég skal bara vera þægur, ég skal bara sjá þetta verður allt í lagi, æðislegt, þegar maður hlustar á það og virðir, barnið þó til samstarfs, hvernig ætlar að fara að því?
og hérna, ég skal bara hengja upp úlpuna, ég skal, ok, þá erum við komið með eitthvað markmið, flott, þannig að þú ert alveg til í það, hvernig ætlar að fara að jafna það? En þetta er allt í heimasíðunni líka. Já, fer alveg fyrir, sko, tek hann að dæmi af, það maður bara, heimasíðunni tilbúið dæmi við 10 ára dreng, sem sagt, svona bara það sem að ég bý svona til samtalsþráð, sem sagt með Ítalíu, ég held að þetta séu bara í vörðskjálnum mínu séu 3 eða 4 síður, þar sem að er svona fullt af dæmum, setningu sem eru góðar, setningu sem eru slæmar. Já, það er nú þannig að við erum svolítið í sömu hlutunum, heyri það þegar að sömu setningunni sem eru sagða við börnin, heyri það þegar að ég er með fyrirlestra fyrir foreldra samskipti eða námskeiðum sem ég verið með, að þá sko segja foreldra, búin að segja margótt hvernig ert þú á glugganum heima hjá mér, þú veist, af því að þetta eru setningarnar sem eru sagðar á svo mörgum heimilum. Þess vegna treysti ég mig til að setja þarna inn á sko heimasíðuna, skoða þær, sumar eru góðar og gagnast, aðrar eru kannski ekki mjög góðar. Og hérna sérstaklega setningar sem króa börn af, ég meina, er það svona sem vilt hafa þetta? Þú veist, hvers konar setning, ég meina, ætlar bara að ganga svona eins og svín? Þú veist, hvers konar, viltu hafa þetta eins og bara, ég veit ekki hvað, eins og í svínastíðu hérna? Já, og svo eins og segir hérna, tala ekki við eitt barnanna í fleirtölu, segi ekki við eitt barnanna, er ykkur alveg saman? Það er nú alveg mjög sérstakt, sko, þegar að foreldrar fara, og á móti, sko, þegar að maður er að tala við, ef maður á fleiri en eitt barn og maður segir sko þú við barnið, að þá reynir það auðvitað að fyrra sig ábyrgð með þessi, já en við erum bara, að því að það er betra að vera hluta systkinahópnum þá, og deila ábyrgðin yfir á slæmi, og þá hlustar maður og segir já, heyri það er fleiri en þú sem að ganga svona, ég veit að systkini ganga svona líka, nú er þetta að tala við þig. Og hérna önnur algenglega ef maður á fleiri en eitt barn, að það er maður að tala við eitt barnan sinna, og aftur, þetta fer ég á heimasíðunni, hérna þessa hegðun, að þá sé akkurat alltaf að skamma mig, menn það er ekki bara ég, hinir gerur líka. Það er alveg rétt og ég heyri það, þeim er svolítið óréttlátt að ég sé að skamma þig að tala þetta við þig núna, en nú er ég að tala þetta við þig. Ég talaði við systkini á eftir að gera, nú er ég að tala, af því að þetta sko, kennara þekki þetta í skólum þegar að sko, nefndu segja, og akkur skammar bara mig, bara ég sem er skammar. Og sko, láta hafa sig, ég skamma við fleiri, hverja, það kemur hér ekki, já, þú veist, og einhvern veginn, þá er barnið þar að stjórna samtalinu, sko. Já, en þegar að foreldrar taka nú ákvörðun að setjast niður og breyta sýnir í þessum málum sem þú ert að tala um, nálgunin verði önnur, eðlilega að gera hlutirnir ekki á einni nóttu. Þið góð kannski tíma og smá þolinmæði kannski. Þess vegna er sko, maður gerir eitthvað áherslu, maður heyrir sko, barnið segir, ég ætla að tala um að ég vil gera þetta á þennan hátt og hérna til að ná þessu markmiði eitthvað. Ég ætla og maður spyr sér foreldri, er eitthvað sem ég get gert, er eitthvað sem hægt að hjálpa til og standi við þetta. Við viljum ekki að það gangi og hérna barnið segir nei, það segir jú, við getum sett hanga þarna eða mjög svo þægilt eða eitthvað og maður reynir að hlusta því að reyna að leysa þetta. Maður setur sér, ef að prófi viku, allt eftir aldrei á þroska stundum, ef barnið er lítið þá maður tala bara 1 dag eða 1 kvöld eða eitthvað, eða stundum ef það er eldra, 10-14 ára, ef að taka 1 viku á mánudaginn, þá setjast þið niður aftur og förum yfir þetta. Og ef það gekk vel, þá var það æðislegt, sko, flott og treystur til að taka aðra viku. Ef það gekk ekki vel, þá, ok, þá sem sagt sér maður það, þetta var erfiðara en við bjókumst við, hvað var það sem reyndist erfitt og sko fara svolítið í gegnum endurmeta. Gerir ráð fyrir því að þetta gengur ekki allt saman bara? Gerir það ekki, sko. Hugo, þetta er frábæra ráð og ég hvet alla sem að hér er að hlusta eða horfa að kíkja á heimasíðuna inn á hugo.is þar sem að farið er vel ofan í þessu mál. Já, mjög ítalega. Glæslegt, flott, kæra þakk fyrir komuna. Takk fyrir það og ég er eftir fréttir klukkan 8 sem er að hefjast, þá koma þeir til okkar Ágúst Ólafur Ágústsson, þingmaður Samfylkingarinnar og Kristinn H. Gunnarsson, þingmaður Framsóknarflokksins.